Komið heil og sæl og verið velkomin í þáttinn Landsbyggðir, en hérna fjöllum við allt milli himins og jarðar sem tengist landsbyggðunum, í fleirtölu með einum eða öðrum hætti. Og í dag ætlum við að ræða aðeins tónlist og landsbyggðirnar og ekki síst jólin og jólatónleika. En gestur þáttarins Eyþór Ingi Gunnlaugsson, tónlistamaður og auðvitað Dalvíkingur. Vertu velkomin til okkar. Já, sæl, takk fyrir að fá mig. Byrjum aðeins bara alveg á byrjuninni. Þú ert, eins og ég segi, Dalvíkingur. Hvernig upphófst þetta? Hvernig byrjaðir í tónlist? Þetta var einhvern veginn alltaf bara hluti af lífinu. Bara frá því mann eftir mér. Ég var alltaf sönglandi og leikandi og eitthvað þegar ég var bara á leikskóla strax. Það má eiginlega segja bara, hef jafnvel verið byrjaður að syngja og henni byrjaði að tala. Ég held það. Þetta var einhvern veginn bara, ég þekki ekki sjálfa mig öðruvísi, sko. Nei, nákvæmlega. En að alast upp og vera svona með þessa músík í sér í svona litlu sveitafélagi eins og Dalvík, var gott umhverfi fyrir þig að fá að vaxa og dafna í því? Já, ég meina, ég allavega einhvern veginn, ég naut mín, sko. Ég veit ekki hvort að það hefur með það að gera að þetta hafi verið akkúrat fullkomið eða það að ég bara nægjusamur. Svo sem ég ekki búinn að gera greiningu á því. En ég held reyndar að sko það sem að svona spila svolítið stóran þátt er einhvern veginn kyrrðin og svona hvað þetta allt afslappað. Þá getur bara verið einhvers staðar og æ, hvar Eyþór? Hann úti? Já, ok, kemur hann í mat? Þetta eitthvað sem við búum að sem búum út á landi en ekki kannski í stærri borgum, sko. Ætla maður að sé eitthvað nær svona sjálfum sér í því umhverfi? Ég gæti trúa því, já. Maður er örugglega, ég minnst það ágætis pæling að maður sé kannski aðeins svona nær sjálfum sér, sko. Og ég einhvern veginn, mér leiddist aldrei, sko, og mér leiðist aldrei. Ég einhvern veginn ég held að sé vegna þess að, sko, ég held að Gísli Rúnar, leikari, hann lýsti einhvern tíðan athyglisbrest þannig að það væri eins og að reka hótel, vera hótelstjóri og það væru allir gestirnir að tala í einu. Já. En ætli það sé ekki bara málið að mér leiðist aldrei að það er svo margir gestir á hótelinu. Svo mikið að gera. Það er svo mikið að gera. Hótel Jörð, hérna inni. Já, ég þekki það. En það er rætt stundum þetta, hvað getum við gert til þess að halda utanum og leyft fólki að blómstra víða land þar sem að kannski er ekki formlegur tónlistarskóli eða með öllum stigunum og allt þetta eða en svo kannski þetta bara, og líka það, sumir tala líka að þessi kostur að geta bara verið að koma fram, þú veist, á árshátíðinni á þessum og þessum stað meðan það kannski erfiðara í stóru lauginni. Já, það er alveg góð punktur. Ég meina, það var náttúrulega eins og heima, ég var farin að koma fram bara sem pjakkur. Það var einhvern veginn, ég held að það hafi bara verið svo þægilegt fyrir Júlla í Höfna. Já. Hringja bara, já, Eyþór, hann kann að harmoníku. Já, Eyþór getur hermt til landa. Já. Eyþór getur sungið eitthvað. Nákvæmlega. Það ég notaður í allar óvissuferðir og alls staðar. En hvað með Matt og Friðrik Ómar, þeir voru fyrirmyndir hjá þér? Já, og þeir eru svona kannski, þeir eru náttúrulega aðeins eldri en ég. Miklu eldri. Miklu. Já, var ég búin að segja miklu? Já. Friðrik Ómar til dæmis, sko Matti fluttur svona frá Dalvík, svona áður en ég svona kannski mann sérstaklega eftir. En Friðrik Ómar bjó heima og ég man vel eftir honum og hans svona hann var náttúrulega mjög athafnasamur eins og hann í dag og fór af stað með útvarp á sínum tíma og var náttúrulega aktífur í leikfélaginu samdi söngleik og þú veist, og í grunnskóla líka bara maður tók alltaf eftir honum á árshátíðunum, þú veist, og svoleiðis skemmtilegur á sviði og svoleiðis þannig sem hann náttúrulega bara performer og eins og að finna við þetta og ég elska að segja frá því, ég hef aldrei fengið tækifæri til að segja frá þessu en Friðrik Ómar, hann kenndi mér tónmennt. Já. Hann útskrifast úr 10. bekk og það vantaði, þetta nú einn annar landsbyggðardæmi, það vantaði tónmenntakennara. Og hann var bara gaurinn sem spilaði á píanó og söng og var búinn að vera að halda upp í stuðinni í skólanum allan tíman. Þannig að er ekki bara best hann fari bara í það. Nákvæmlega. Enda miklu eldri en þú. Enda miklu eldri en ég. En ég meina þetta nú stundum snilldin við það þegar maður býr á litlu svæði þar sem kannski ekki alveg hægt að fá alla með nákvæmlega sérfræðimennturina sem þarf, þá er líka verið að horfa á en hvað erum við með? Og stundum bara virkar það. Já, akkurat. Mér finnst þetta svolítið fallegt, sko. Ég held að
það er svolítið svona kannski svona kjarninn í svona samfélagi og hlýtur að byggjast einhvern veginn svona upp, sko. En síðan náttúrulega ferðu að virkilega að meika það. Hvernig maður orða það á Íslandi, já, ég ætla að segja það bara. Og hvernig var þá að vera á Dalvík? Þú náttúrulega býrð í Reykjavík núna. Já. Þetta hlýtur að vera dálítið flókið að, ég man að Matti einmitt flutti til Dalvíkur og ætlaði að vera, þú veist, en þetta er rosalegur ferðakostnaður og vesen, þannig séð. Já, það er það, sko. Það getur verið það. Svo maður tala bara íslensku. Já. Og ég reyndi þetta í ár, svona eftir að fór að vera mikið að gera. Ég flutti suður bara 18 ára gamall eða eitthvað síðan fljótlega eftir bandið hans Bubba og það ævintýri. Varstu 18 ára þá? Já. Og ég sem sagt, ég reyndi að fyndi það þegar ég flytt suður og þá fékk ég hlutverk í Rocky Horror á Akureyri. Þannig að kona mín er mjög vön því að vera með mig einhvers staðar í fjárbúð, sko. Já. En við reyndum, okkur fannst eitthvað svo sjarmerandi hugmynd að fara heim til Dalvíkur og leyfa krökkunum líka að kynnast þessu og því þetta er svo dýrmætt. Við erum bæði utan á landi, þannig að okkur þykir vænt um þetta. Og það var svona, já, það var eiginlega orðið svolítið skrítið, sko. Þá var ég farin að leigja auka íbúð og borga alltaf mikið af peningum í flug. Já. Orðin styrktaraðili flugfélagsins. Já. Það var ekki alveg að virka? Nei, það var ekki alveg að virka, ekki allavega núna. Kannski aðeins seinna, þegar ég kann vera kannski tilbúin til þess að... Þú eru komin aldrei við Friðrikómar? Ég er komin aldrei við Friðrikómar. Svo heldur maður að pöngast verður þar bara. En núna þá, þú ert að fara af stað í rosalega reisu núna, bara fram að jólum eiginlega. Segðu okkur aðeins frá því hvað ert að brasa núna? Já, ég er semst að fara hringinn í kringum landsbyggðina. Já. Og er semst að koma við í kirkjum hér og þar og hitta fyrir kóra í heimabyggð og ætla að vera með svona litla krúttlega jólatónleika í á hverjum stað fyrir sig. Þetta eru einhverjir, ég held að sé einhverjir 18 tónleikar á 2 eða 3 vikum. Já, til hvað, 20. Til 23. Já. Ég semst að fara, það byrja núna 30. nóvember, við fara núna á 50-daginn. Þá pökkum við í jepplíkinn, ég og Benni, og það kemst ekki ein brók fyrir í viðbót, við erum með svo mikið að dóti. Benni hljóðmaður, já, ekki bara hljóðmaður, bara allt múlímaður. Allt múlí, já. Hann sér það að greiða mér og svona. Og segir hvar þú ert á morgun. Segir mér hvar ég er á morgun og gerir það mig og svona. Og hvernig, hvar byrjar þú? Herðu, ég byrja á Höfn í Hornafirði og svo fer ég aðeins austur, fer á Fáskrúðsfjörð og Egilsstaði og síðan er ég á Húsavík og það er svona, þá er komin svona smá skorpa og svo fer ég á Ísafjörð og svo er ég í Kópavogi, ég er reyndar með þrenna þar tónleika, ein í Hafnarfirði og svo er ég að fara víða, ég er að fara til Vestmannaeyja og vá, ég man þetta ekki allt. Akureyrar, Dalvíkur. Já, Akureyrar, Dalvíkur. Við vorum nýbúin að bæta við aukatónleikum hérna á Akureyri í Glerárkirkju. Það seldist upp mjög fljótlega og eins á Dalvík og við gáum okkur svona svolítið langan tíma í að svona meta það bara hvort að það væri svona, hvort að það væri kannski bara orðið fínt álag. Já. Það er náttúrulega ótrúlega mikið í boði fyrir jólin. Það er það. En það er líka kannski tíminn sem að við viljum fá að upplifa tónlist beint í æði, einhvern veginn, ekki bara á Spotify. Já, einmitt. Ég held að, er þetta ekki svolítið svona spari útgáfan að því að hlusta á tónlist? Jú. Ég held að það sé svona, að ég hef svona reiknað með því að langflestir hlusti daglega, jafnvel, á músík. Ég held að svona, já, það er bara líf, það er ekkert líf án tónlistar. Nei, það er ekkert sjónvarp allavega án tónlistar. Já, akkurat. En hvernig, þegar þú ert að fara, ég menn, þú ferð þessast í kirkjur, kórarnir á svæðunum eru búin að æfa, 2 lög? Já, það fer svona, það er aðeins breytilegt eftir bara svona hvernig kórastarfið er og hvað þau treysta sér til á þessum tíma sem þau fá til þess að æfa sig og svona. Þannig, og svona líka hvort það hendi kórunum. Þetta er náttúrulega mismunandi kórar, þetta er allt frá barnakór yfir í, nánast kór eldri borgara, skilur það er allt þarna á milli og gospelkórar, kirkjukórar, kallakórar, kvennakórar, það er
þeir eru svona allar útgáfur af þessari fallegu menningu sem við eigum, þessari kóramenningu. Þessi kóramenning er nefnilega alveg mögnuð og ég get ímyndað með það allavega, ég hef nú verið í kór einhvern tímann og þú veist að fá svona tækifæri til þess að vera síðan með einhverjum sem er svona vanur að koma fram eins og þú og geta æft sig fyrir það hlýtur, og ég get bara ímyndað mér að það gefur manni svolítið, en hlýtur kannski líka að gefa þér bara að fá svona tengsli grassröddin einhvern veginn. Fyrst og fremst mér sko. Já, algjörlega, ég meina. En þú hlýtur að finna fyrir því að það er stemming hjá fólki að bara vera með. Algjörlega, þetta er æðislega gaman. Þetta er alveg bara og eiginlega ómættanlegt sko að geta að fólk skuli vera til í að einhvern veginn hoppa á vagninn sko. Já, nákvæmlega. Og taka svolítið sénsinn sko. Sumir svona hyggsta en sko í símann þegar ég segi já, við gerum þetta bara svona og sendi ykkur hérna nótur og svo bara sjáumstu 2 klukkutímum fyrir tónleika og rennum í þetta. Ha, hittuðu það ekkert áður? Nei, ég er á Ísafirði daginn á. Já, nákvæmlega. Þannig að það er svona svolítið. En kemur ekki alltaf bara challenge accepted? Jú, algjörlega. Og ég meina, ég held við þurfum bara að treysta hver öðru sko. Treysta ég bara að þau vinni sína vinnu og svona. Ég mína. Já. Svo reynum við bara að láta þetta ganga. Svo er þetta bara, þetta er náttúrulega svolítið lágstendir tónleikar. Það er ekki stór hljómsveit og svona. Þannig að það er hægt að svona spinna þetta svolítið eftir hendinni. Ef eitthvað klikkar þá klikkar það ekkert. Þá gerist bara eitthvað nýtt. En jólin, þú nú látið crossfesta þig og svona, eins og maður gerir. Já. Þú varst að leika Jesú í Jesus Christ Superstar. Hvernig, og síðan núna í kirkjum, þetta er með kristilegt þema í kringu þig, í kirkjum. Akkurat. Hvernig en þessi andi, maður finnur alltaf samt óbúslega sérstakann anda í kirkjum og tala nú ekki alveg óbúslega ólíkan hljóm í ólíkum kirkjum allt land. Það hlýtur að vera. Getur þú sagt okkur frá þeirri upplifun af því þú hefur nú gert þetta áður? Já, einmitt. Við gerum í því núna sko að vera að fara á staði sem við höfum ekki spilað á áður. Það er að segja kirkjunum þar til dæmis. Eins og til dæmis ég er að fara á Borgarnes núna og Fáskrúðsfjörð. Ég hef spilað oft á Fáskrúðsfirði á einhverju böllum og alls konar en ég hef aldrei farið í kirkjuna þar. Og mér finnst það svolítið spennandi. Þetta er náttúrulega svo stór partur einhvern veginn af sögunni á hverjum stað fyrir sig. Alveg sama hvort að það er einhver gömul kirkja eða glæný. Þetta á sér allt einhverja sögu. Og þú veist, ef þetta er glæný kirkja þá er það bara ennþá merkilegra. Þá er bara hefjast einhver merkileg saga sko. Já, nákvæmlega. Og það hlýtur að vera í ímyndað mér að syngja í ólíkum kirkjum sem næstu eins að syngja með ólíkum kórum. Þú veist ekki alveg hvernig hljómurinn kemur út. Já, að því líka kirkja er mjög lifandi hús sko. Já. Þannig að það er svona, og það er mjög skemmtilegt. Og það er líka gaman að sko, þegar maður kemur inn í kirkjuna og svona kynnist aðeins húsinu, svo er það komið fullt af fólki, þá breytist allt öðruvísi. Allt öðruvísi hljómur og náttúrulega fyrir utan það náttúrulega að gestirnir eru eins vísefnir eins og eru margir sko. Svo verður sumir svolítið vandræðilegir í kirkju, veit ekki alveg hvort þið megi klappa og eitthvað svona. Já, ég byrja svolítið á því að svona haga mér eins og fíbl sko. Til að svona ná fólki svona aðeins í hús sko. Og eiginlega svona krefst þess að fólk slaki aðeins á sko, ekki sitja svona stíft í bekkjunum og svona. Já, nákvæmlega. Og ef einhverju stífur á býði upp á nuddíli og persónulega. Þess að vera, En talandi svona fíblaganginn. Já. Þú ert búin að vera svolítið í þessu eftirhermunum og uppistandinu og þeirri hlið sem er dálítið ólíkt því að vera tónlistarmaður, svona fyrir utan það að þora bara að standa upp fyrir fram fólk. Hvað með hann? Er hann eitthvað, fer hann bara í félurum á aðeindinu? Nei, alls ekki sko, alls ekki. Í öllum þessum svona tónleikum þar sem ég er svona einn og svona svolítið, það sem þetta er svolítið svona einlægt og bara það sem ég er svolítið að bjóða fólki bara heim í stofu, að þá náttúrulega reynir ég bara að vera eins mikið ég og hægt er og ég er líka fíbl eins og við öll. Þannig að það er bara gerist líka og það gerist bara spontant sko og það er eiginlega öruggt að það, ef mér líður vel, ef ég er í góðu skapi og svona, þá fylgir alltaf eitthvað bull sko. Það er nefnilega svolítið merkilegt, ég hef búin að vera að pæla svolítið í því bæði varðandi núna þessa umræðu kynferðislega áreitni að einhver eigi ekki hafa svona prófælmynd af sér og svona hvað við höfum í gegnum tíðina sett okkur rosalega mikið í skúffur. Þú veist, þú ert söngvari, ertu þá líka með uppistand eða ég er sjónvarskona, er ég þá líka eitthvað annað og einhvern veginn hvernig samfélagsmiðlar hafa dálítið svona
þetta er eiginlega ekki boði, allt í einu erum við bara alls konar og getum á sama tíma verið alvarleg eða fífl eða söngvarar eða þú veist, með gríðarlegan áhuga á þú veist, hekli eða eitthvað þannig að það finnur fyrir því að þetta hafi breyst á þessum árum að það að vera tónlistarmaður og þetta hversu mikið það er opið gagnvart bara öllum hver þú ert eða þarft að vera, ertu jólatónleikamaður eða ertu Jú, sko, ég hef alveg fundið fyrir því, sko, og ég reyndar alltaf liðið rosalega illa í svona einhverju boxi. Alveg sama hvað það er, sko. Alveg sama hvort það er eitthvað box innan tónlistarinnar eða box innan, þú veist, leiklistar eða box innan bara skólakerfisins eða eitthvað. Mér líður alltaf óbáslega illa þar og ég veit ekki alveg hvað það er. Ég held að sé að því að það eru svo margir gestir þarna á hótelinu. Eða þá bara það að við erum bara svo margt. Við getum ekkert verið bara eitthvað, já ég er sjónvarpskona, ég ætla ekki að vera neitt annað. Já, akkurat. Hvernig það einu Já, sinni mér finnst það svolítið svona skeri, sko. Það er það. En svo er kannski einhver aðrir sem finnst það bara fínt og vilja bara vera Eða fela það og einhvern veginn hafa bara eina veru svona út á við. Já, eða fela það, já. Af því að það er bara svo flókið að hugsa bara, vá, getur verið alls konar. Það er flókið fyrir heilan á manni stundum að Kannski er smíðastrumpur geggjar og gítar, sko. Já. Við höfum bara aldrei séð hann með gítar. Já, akkur ekki. En talandi um það, ég man eftir því að því að við höfum nú verið á fiskideginu mikla á Dalvík saman nokkur ár. Og ég man ekkert, og það er gríðarlega, Friðrik Ómar heldur gríðarlega, sem er miklu eldri en þú bæði. Miklu eldri. Að heldur náttúrulega rosalega vel það, mikilvæg fagmennsku og ég fer á æfingar og ég er að skrifa niður hvenar er þessi lúður og hvert labbar þessi. Þessi lúði og þessi lúður. Já, þessi lúður. og svo er einhvern veginn svona, já, svo mun hún labba út á mitt sviði, taka kórusinn, svo labbar hún hér, svo kemur alltaf að lögunum þínum, Eyþór gerir bara eitthvað. Það er aldrei hægt að skrifta neitt. Við erum bara allir á tánum. Hann er ekki bara... Hann hlustar ekkert á mig. Nákvæmlega. Sem lýsir þessu ágætlega. Þú ert svona... Og fólk bara lærir að vinna með það. Já. Vá, hvað ég er heppinn að hafa svona mikið æðruleysi í kringum. Má það ekki? Ég finn ekkert fyrir þessu. Já, það er nokkuð. Ég mæti bara. Sé bara hvernig styrir. En það eitt og sér, þetta fiskidagsævintýri. Já. Er þetta ekki, hvernig, ef þú getur eitthvað lýst fyrir fólki, hvernig þetta er eins og fyrir heimafólk og bara ykkur þremenningarna sem hafi náttúrulega tekið á móti gestum þessi ár? Já, þetta er náttúrulega algjörlega uník. Það er ekkert eins og þetta. Þú veist, kannski hefur þetta eitthvað svona sérstaka þýðingu fyrir okkur Dalvíkingana af því að þetta er bara þarna á höfninni, það sem að maður var bara borða þara, eða hvað gerir maður á höfninni? Eins og maður gerir. Maður fyrir alltaf á höfn og borða þara. Já, ég var í því, allavega. Það gæti haft áhrif á þessar rattir. Það gæti verið, sko. Já. Þannig að, já, en þá kannski hætti ég að fá spurninguna, hvað er í vatninu á Dalvík? Hvað er í þaranum á Dalvík? Já, nákvæmlega. Fyrst, þú veist alltaf að éta þar. Geðveikt skrítið. Já, akkurat. Það var mín fjallagrus. Já. Nei, þetta er eitthvað svo uníkt. Þú ert þarna bara á þessu svæði, bara einhvern veginn. Þarna er einhvern veginn, ég veit ekki af hverju maður hefur stundum tilhneigingu til þess að vera einhvern veginn að, hvað ég segja, svona, halda utan uppruna sinn, einhvern veginn. Þú veist, það er einhver, ég veit ekki einu sinni hvað mér finnst en það er samt einhver tilhneiging og maður verður allir meir og maður þykir vænt þetta allt saman og minningarnar sínar og þetta allt saman og þetta er kannski bara partur af því allt í einu einhvern veginn líka er þetta eins og maður sem vorum að gera fyrstu svona tónleikana það var þetta bara eins og að vera í sýndarveruleika maður labbaði einhvern veginn upp á eitthvað svið sem var bara einhver gámur einhvers staðar á höfn en samt einhver 20.000 manns fyrir fram að þig eins og þetta væri Wembley Stadium og svo byrja ljósin og soundið og það er allt alvöru, það er enginn að gefa neitt eftir. Það er bara dýrasta allt og flottasta allt, þú veist, og flottasta fólkið, dýrasta fólkið, skilur við, á bakvið allan að tækni hliðina, sko. Og svo við lúðarnir, sko, skilur við. Þannig að þetta er svolítið svona eins og að fara bara inn í einhver svona tölvuleik, sko. Og svo einhvern veginn ljósin kveikt og bara, já, ég er á Dalvík. Já, svo bara kveikjum við ljósin og við erum bara á Dalvík og fyrir bara að fá okkur súpu. Já, en talandi að vera í kassa, það hlýtur að vera ótrúlega ólíkt að vera að flytja fyrir allt þetta mannhaf á stórutónleikum fiskidagsins mikla eða fara síðan inn í alls konar sjarmerandi kirkjur allt land. Hvernig myndir lýsa því hvað þetta gefur þér sem tónlistarmanni með ólíkum hætti?
Já, einmitt. Ég einhvern veginn bara svona sem karakter ég hef alltaf þrifist best í einhverju svona mismunandi umhverfi, sko. Mér líður rosalega illa í einhverju svona ákveðnu formi. Bara, þú veist, vera eitthvað svona, já, nú ertu bara poppari eða, nei, þú ert rockari gerir ekki svona eða whatever. Þú veist, ég vil þá hver gera akkurat á móti, sko. Já, einmitt. Þannig já, ég hef oft verið spurður að því, sko, þú veist, eins og mér segja, man eftir ég var síðan með umboðsmann sem spurði mig að því hvað bara fannst allt fínt sem ég var að gera, sko, en sagði einhvern veginn, já, þú verður svona að fara að ákveða hvað þú vilt gera, sko, þú veist, hvað ætlar að vera? Ætlar bara að vera fjöllistarmaður en Eyþór Ingi, skilur, og það var einhvern veginn svona eins og pressa, ég veit ekki hvort það rugla fólk eitthvað í rýminu ef ég auglýstur einhvers staðar, Eyþór Ingi, hvort að það sé eitthvað þá bara svona. Hvað ætlar að vera? Ætlar að vera fyndinn eða ætlar að vera Jesú eða, já. Þetta er náttúrulega álag. Fólk kannski með mikinn kvíða þorir ekki á tónleika með mér. Hvað gerir hann? Hvaða útgáfa af honum? Hvaða útgáfa af honum? Nei, ég veit það ekki. Ég held að þetta sé nú bara svona þroski mann bara og haldi mann einhvern veginn lifandi og á tánum, sko. En talandi jólatónleikana, ég heyrt að þú sért ekkert mikið fyrir það að plugga sjálfur tónleikum. Nei, ég er ekki mikið fyrir það. Ég er svona meira fyrir að láta einhverja aðra plugga, sko, bara fyrir mig, sko. En hvernig leysum við það til dæmis núna? Já, við getum bara til dæmis bara Palli til dæmis mjög góður í að plugga. Já. Hann geti gert þetta. Hann er eini sem að horfa beint í myndavélina til dæmis? Til dæmis, já. Og þú veist, og líka bara að tala um miðar.is og svona, þá verður þetta að vera bara, sko, þetta verður bestu tónleikar sem hafa verið haldnir á Íslandi og þið verðið að tryggja ykkur miða því það er allt að verða uppselt og þið farið inn á miði.is og nælið ykkur í síðustu miðana. Það er allt að seljast upp. Sjáumst. Þetta er reynda mjög gott. Það fáum bara aðra í þetta. En við ætlum að fá að lokum að plata til þess að taka eitt lag fyrir okkur. Hvaða lag ætlar að taka? Herðu, já. Ég ætla að taka lag eftir mig. Sem er eina jólalagi sem ég hef samið og eina jólalagi ég segi það vegna þess að ég einhvern veginn á mjög erfitt með að setja mig í stellingar fyrir einhverja hluti og þetta lag var bara til þannig að ég satt á aðfangadagskvöld með gítarinn og byrjaði að spila og þá einhvern veginn kom þetta lag svolítið svona sjálfum sér, bara svona kom bara melódía og hljómar og ég hugsaði strax bara ok, þetta hlýtur að vera jólalag. Fyrst að ég er að semja það núna og þetta er einhver tilfinning núna. En ég treysti mér svona ekki til þess að semja textan sjálfur. Þannig að mér fannst eitthvað svo berskjaldaður, ég var ekki tilbúinn til þess að fara í það erfiða verkefni að gera jólateksta sem er eitthvað vit í, skilurðu. Þannig að ég fékk mikið betri textahöfund í það og Nína Richter, píslahöfundur á RÚV meðal annars, hún sem sagt skrifaði þennan óbúslega fallega texta. Mikið mjög væntum þetta lag eiginlega út af textanum, sko. Og lagið heitir? Desemberljóð. Desemberljóð. Yes. Takk innilega fyrir komuna. Takk fyrir mig. Takk fyrir. Og við ætlum með ljúfum tónum að ljúka þættinum í dag. Verið sæl. Þá veröldin er klædd þeim hvíta ljóma en á ný þá vaknar rökkus ljósin og verðar fyllist húmið töfrum hnígur þá glóð himinn slóð þá kvikna brosin hlý og jólin koma enn á ný í húsinu er hátíð og varðar fyllist húmið töfrum hnígur þá glóð himinn slóð minningin þín
stjarnan mín, með þakklæti þín minnist þegar söknuðurinn dvín. Desemberljóð var jólakveðjan þín, á hátíð ljósins dvelur þú í stjörnum ástin mín. Þá glitrar fönnin hvít og fangar morgun gull á ný, hinn frossins kaldi faðmur og töfrum líkast hvíslar degi. Desemberljóð, morgunglóð, minningin þín jólastjarnan mín, með þakklæti þín minnist þegar söknuðurinn dvín. Desemberljóð var jólakveðjan þín, á hátíð ljósins dvelur þú í stjörnum ástin mín. Þá veröldin klædd þeim hvíta ljóma enn á ný, þá vaknar ökusljósið og varðar fyllist með töfrum, vaknar ökusljósið, hljómar enn og aftur kveðjan þín á